færa mér síst því að ég á svona í huga það sem ég að lesa í Biblíu, í það sem ég skil út úr faðarreirindir. Guð, Faðir, Son og Heilinga Anda alveg eins og þegar ég að lesa til dæmi í faðarreirindi og segja að Jesús Krist fór í burt og hann fór í burt til að bæn til Faður. Så säger jag vet och så säger detta eins og svona mótsagana kem. Ég reyna til að skilja það og ég veit eins og Jesús Krist kemur eins og maður og hann kemur á jörðinni. Og så me langar så mycket att gefa mig såna smá spekin í það. Það svona stór leyndalmál en það í Biblíun að segja Guð tekur svona holdi og kemur eins og mannvera. Hann kemur eins og mannvera. Guð kemur eins og mannvera. En sem hann á að gefa nafni og eftirnafni fyrir þessi holdi sem hann taka. Så okkur Guð í krafti þinn, ég segja að þetta var ekki all krafting okkur Guð því að þetta að passa meira the universe. Þessi kraftugur og meira. Hver getur náði það? Hver getur náði það í mannvera? Meira bara svona smá frá Guð. Hann var að segja, ég að vera eins og mannvera til að vera með fólk. Og segja að hann kemur svona í náður í móður Guðin konu sem María var og svo kemur maður eins og Jesús að var holdi. Þetta var sem fæð frá María. Þetta sem María var að taka til að vera eins og mannvera, þetta kemur að fæða frá María og kemur og vassa upp og heitir svona Jesús Nazari. Þessi Jesús Nazari, þessi líkamann var bara svona taka fyrir að tala himmelríkinn Guð eða svona eilífi líf. Þá Guð alltaf var þá með þessi svona holdi sem hann sjálfur var að taka, það var Guð þá. Það út af því að segja að okkur Jesús Krist Guð. Að því að það var Guð að lapa í líkamannu svona með holdir og bönnu eins og fólk. Að Guð lapandi. Og eins og þessi svona kraftur og svona leyndalmál Guð að því að hann að vinna eins og Faður, eins og Sonur, eins og Heilinga Anda, þessi stór leyndalmál, eins og hann að vinna með þessi þrjú rétti og hann alveg eins og Guð. Og sér hverju hafa svona sérverk. Og svo Jesús Krist var að vinna eins og Guð langari og Heilinga Anda líka að vinna eins og Guð langari. En okkur Guð sem þessi sem búa til allt, hann að vinna eins og hann vildi. En sem alveg einn og þetta stór mál. Og þessi okkur Jesús Krist de Nazare, þeim postulan að tala og út af því hann að segja, hann að fara í bæn, það að segja að þessi svona mannvera var eins og maður. Hann vildi ekki að vera eins og Guð. Hann vildi vera eins og maður til að vita hvað fólk að finna og mig langar að finna það og ég að bjarga þeim. Því að þetta erfið eins og fólk að gera mikið hlutu. Svo kemur ég að vera eins og maður til að vera að blessa þeim og vera svona nokkra tíma með okkur hinga á jörðinum. Og út af því að segja, þegar hann var að bænt, þetta var holdin sem á að bíða út af því jöfnlu kemur til að prúfa þá. Og þessi svona maður sem heiti Jesús Nazari, það var koma jöfnlu að módlu þeim til að setja á mál. Og út af því að hann að segja, ef þú sonur, að hverju þú ekki að fara að henta sér niður frá eitthvað fjöllunum. Því að Salmon að segja að Guð að senda englarni til að passa sér og það ekki gjöra nei. Og svo búin að segja, þú má ekki fresta Guði þinn. Minna á það, þú má ekki fresta Guði þinn til hans þú að bænt og sjónustu. Af því að þetta var Guð sjálf í þessi líkamann fyrir mannvera. Í þessi líkamann það var jöfnlu að koma og gera svona verk og svoleiðis.
En þetta var þessi maður var það sem deyja í grófasti og svo eru bara að leiða blóður út. Og það þessi svona guðdóm. Það var það annað sem í honum og það var að halda áfram og til. Og þegar hann, Jesús Kristus, var að bæn fyrir sjónustu honum, þegar hann segja föður, það var holdi honum sem segja föður sem var þá í þessi guðmál. Og það var að segja föður með langar svo að blessa öllu postulana, að þeir væri einn eins og þú og ég einn. Það var einn. Það var einn Guð, það var Guð. Sem var að taka svona holdi og gera eins og mann vera. Og í postulana segja líka að hann aldrei var ekki að gera eins og Guð og meira þessi mann vera til að passa okkur. Og það var sama Guð sem var að dvelja með fólki. Það var stór leyndalmál. Ekki við og trúa svona kraftu Guð. Fyrir Guð, það ekki sem á ekkert að vera. Guð leifa dýrin að tala. Guð taka vatn úr svona steina. Hvernig við getum ótrúa að Guð getur vera eins og maður fyrir smá stundu. Eins og mann fyrir, það ekki hægt fyrir honum. Af því að hann kemur að vera eins og mann vera til að blessa og fyrir gefa fólki mikið. Og það var sama Guð, kraftu Guð með þessi svona að gera. Þessi svona þrjúhletta verk eins og Fader, eins og Sonur, eins og Heilinga Anda. Ég að vona að við getum skilja þessi stórmál og Guð og við að trúa í honum líka.